Kvöld og velkomin í Kastljós. Í meira en 20 ár hefur Sigrún Pálína Ingvarsdóttir barist fyrir því að vera tekin trúarleg, en hún fullyrðir að Ólafur Skúlason fyrrverandi biskup hafi reynt að nauðga sér árið 1979. Áratug eftir brotið fór hún fyrst til kirkjunnar í leit að réttlæti, en kveðst ítrekað hafa mætt fálæti og þöggun. Í gær baðst svo kirkjuráð fyrirgefningar vegna brota Ólafs og ákveðið var að skipa sannleiksnefnd til að kafa ofan í málið. Óhætt því að fullyrða að barátta Sigrúnar Pálínu hafi skilað árangri þótt seint sé, en hún sátt við kirkjuna eftir atburði síðustu daga og hefur hún sjálf fundið frið í sálinn eftir öll þessi ár. Sigrún, vertu velkomin í Kastljós. Takk. Þetta ofsalega flókið mál og í því eru margir þræðir og þetta hefur mikið verið fjallað, en við skulum byrja árið 1979. Segðu okkur hvað gerðist? Já, ég leitaði til Ólafs Skúlasonar vegna þess að ég átti hjónabandserfiðleikum og svona til þess að gera söguna svolítið stutta þá bauð hann mér að koma í eitt kvöldið í viðtal vegna þess að hann hafði ekki annan tíma og hann fór í gegnum mína sögu og dvaldi mikið við það að ég hefði orðið fyrir mig kynferðislega áreitni sem barn og hann skapaði traust og það endaði svo með því að hann fór með mig kirkjuna til að sýna mér mismunandi hlutir sem tilheyra messunni og svo ferð endaði í herbyggi, gluggalausu herbyggi og á bedda undir honum og hann með tungun upp í mér og hendur hann inn á brjóstunum á mér. Og ég náði svo hendunum að mér og komst sem sagt í burtu. Og þú varst svona nokkurn veginn ein með sjálfur með þessa reynslu í það minnst að varst ekki að leita réttlætis strax á eftir en þú ferð af stað einhverjum áratug síðar. Já, og ef maður lítið tilbaka þá var svona mál voru ekki rædd og það voru ekki til dæmis það að það væri til barnaníðingar, það voru ekki til þau orð. Og allir sem ég talaði við ráðlegðu mér að þegja, því það myndi enginn trúa mér, þetta var orð gegn orði. Og ég leita svo fyrst til kirkjunar aftur þegar Ólafur Skúlason í framboði til biskupsembættisins. Og þá hugsaði ég bara með mér að við bara getum ekki haft afbrotamann, kynferðisafbrotamann sem biskup og leitaði til Sigurbjarnar. Og hann ræddi við mig og sendi mig svo til Ólafs með það að markmiði að finna út hvort að maðurinn hefði breyst. Og þú fórst og hittir Ólaf aftur? Já. Hvað kom út úr því? Já, ég mætti sama manninum, ég mætti sama, hvað maður að segja, bara brjáluðu manni. Hann eins og ég sé það var hann geðveikur. Og hann varð bara mjög reiður yfir því ég skildi voga mér að bera þetta upp á hann og það endaði með því að hann sagði við mig að sekur eða ekki sekur. Ég læt ekki hempuna fyrir þetta. Nei. Síðan líður svolítið tími og málið verður á endanum opinbert og Ólafur varðist þínum ásökunum, meðal annars opinberlega í viðtali hér í sjónvarpinu. Við skulum heyra smá brot af því hvað Ólafur sagði þá. Hún kom til mín þegar að biskupskosningarnar stóðu. Ég veit ekki hvort það ég sem hún sagði prestur sem hún vill hlífa að hafa talað við 1989 eða 8. Hún segir í bréfinu 1988. Þá kom hún til mér á skrifstofunni í Bústaðakirkju. Ég þekkti hann ekki. Og þá rakti hún þetta fyrir mér. Og þegar ég brást ókvæða við þessari ásökun hennar, þá stormaði hún auðvitað út. Og síðan sagði hann að saga þín væri kannski ekki trúverðuð fyrir þær sakir af því að þú leitaðir aftur inn í kirkjuna. Já, en þessi ónefndi prestur er Sigurbjörn, sem var alls ekki hann. Nei. En ég leit aftur til kirkjuna vegna þess að kirkjan sjálf, Bústaðakirkjan var mjög ógnandi og sérstaklega þetta herbyggi. Og þannig er það oft með þá sem verða fyrir stórum áföllum að við höfum þörf á að leita tilbaka og jafnvel breyta þessum stað. Yfirvinna þennan ótta sem maður byggir upp og það er það sem ég meðal annars vildi gera. Já, þess vegna ferð þú aftur til kirkjunar en þú hefur talað það í gegnum tíðina. Þú hefur bara mætt þöggun og fálæti. Eitthvað stuðning hafi verið fengið en mest hafi þetta verið þannig að háttsettir prestar hafi beinlínis viljað sópa þessu máli einhvern veginn undir teppið. Þú talar Karl Sigurbjörnsson í því, Pálma Matthíasson, Vigfús Þór Árnason og svo Hjálmar Jónsson sem að þá var reyndar alþingismaður. Já.
Ertu enn sömu skoðunar? Voru þessir menn alltaf einhvern veginn að reyna að láta þetta mál hverfa? Já, alveg klárlega. Það má líka, ég finnst mikilvægt að það komi fram að allir þessir menn tóku á móti mér með vinsemd, þannig ég fekk í öll skiptin vonum að nú væri einhver sem myndi hlusta og taka þessa ábyrgð á mér, á mínum herðum og gera eitthvað í málinu. En það sýndi sig svo annarkvort með þögninni og að gera ekki neitt eða þá hreinlega að þeir reyndu að þögga niður í mér. Já, og hvernig leið þér með það? Það var ofsalegt vonleysi. Fyrstulega var ég mjög þakklát og glöð og hugsaði með mér nú einhver sem tilbúin til að hjálpa mér. Og ekki bara mér, heldur öllum hinum konunum sem ég var samferð að voru þarna. Og úti sem ég ekki þekkti, ég reyndar kynntist einni fyrir mjög mörgum ár síðan og þannig að við vissum að við vorum allavega tvær. En líka sem sagt, þetta að reyna síðan að þagga niður í mig var alveg gífurlegt áfall. Af því ég var bara heiðarleg einlæg kona sem vildi ekki að við hefðum biskup sem væri kynferðisafbrotamaður. Og það sem ég óttaðist svo mikið var það að hann gæti verið að ráðast á aðrar konur og það gat ég ekki lifað við. Ég var mér stanslaust samviskupið yfir því. Ég vissi hvernig það var. Já. Og ég yrði að koma því áfram. Núna hefur svolítið staðið orð gegn orði á milli þín, annars vegar og Karl Sigurbjörnssonar og svo Hjálmars Jónssonar það hvað gerðist þegar að einhvern veginn var reynt að leita einhvers konar sátta í þessu máli og Karl vísaði því nú á bug hér í Kastljósinu að hann hafi einhvern veginn reynt að þagga þetta niður eða reynt að hafa áhrif á þau með óðurlegum hætti, hann hefði þvert á móti farið í málið svolítið á þínum forsendum. Já, sko hann kemur inn í málið á mínum forsendum en hann endar með því að vera að vinna fyrir Ólaf. Ég ekki vafið með það. Þannig þegar hann að halda þessu fram þá hann að segja ósatt. Já, hvað gerðist þar? Þetta snýst allt bréf sem átt að rita? Það sem gerðist var margra tíma heilaþvottur og sem endar með því að á skrifa bréf og þegar hann fer og ætlar að hreinrita í tölvun og prenta út þá sleppur hann mikilvægastu setningunni sem var mín setning að ég væri að segja sannleikann og ég viki ekki frá sannleikanum. Þannig að öðruvísi hefði yfirlýsingin einhvern veginn komið út bara eins og þú verður að draga málið tilbaka? Algjörlega. Og þegar ég sé að þessa setningu vantar, að þá flýtar hann sér að taka bréfið af borðinu og stinga því í vasann og ég segi við hann ég get aldrei undirskrifað þetta því ég ekki að draga sannleika tilbaka og það hef ég aldrei gert og mun aldrei gera. Og þeirra síðustu orð voru, Hjálmar sagði við mig hvað með börnin þín, getur ekki hætt út af þeim og ég sagði nei og á þessu tímabili spurði ég börnin minna hverjum degi vilja það ég stoppi og þau sagði alltaf einlega nei mamma þú verður að halda áfram að segja satt. Og svo kemur Karl og þegar ég segi þetta við hann Hjálmar og þá segir Karl hvað með móðina hún svo sjúk og þar með labbaði út. Já, við skulum heyra hvernig Karl Sigurbjörnsson ræddi þetta mál í Kastljós á mánudaginn. Já. Ég bara hafna þessu algjörlega, þetta stenst ekki og það ýmislegt í frásögn þarna sem ekki stenst að mínum mati. Þarna stendur orð gegn orði og ég harma það